Sárt tap á móti Búlgaríu fyrir leiknum í þessum glugga og svo annað ekki stórt tap hér í kvöld á móti Finnlandi. Hvað að gerast hjá okkur? Ég held bara að svona auðveldasta líta á stigaskoruleikjunum. Við erum að fá alltaf mikið á stigum á okkur og við erum bara einfaldlega í þessum tveimur leikjum og í fyrri glugganum, fyrsta glugganum, þá erum við bara ekki nógu sterkir varnarlega og erum að gera á mörgum mistök sem að góðu liðin refsa við og það hjálpar ekki að Búlgararnir og Finnarnir skjóta boltan einstaklega vel en það er oft á tíðum eins og sérstaklega í kvöld voru skotin á mörg alltaf opin en þessi Búlgarir skotin voru erfæðari. Á samanskapið kannski erum elda og missum alltaf svolítið frá okkur og þau eru kannski skynsamir hann í nokkru sóknum í lok þegar við byrjum fjóraða svona passa halda betur um boltan og fá betri skot og fá betri sóknir stundum óðagut á okkur og slæmar ákvarðanir til að vinna Finnana hérna úti og þessu heimvæti þá þarf það að spila vel og ná að halda mistökunum algjörðu lágmarki og fá svona hæpusendu skot og ég fannst við kannski oft á tíðum vera aðeins að flytja okkur mikið. Mikil endurniðin á liðinu, aldrei sama hópur í þessari undankeppni. Hvernig finnst þér liðið verið að koma saman? Hafa verið að koma saman í þessum þreim glöggum? Það er náttúrulega gríðarlega erfitt að vera, ef við tökum Eurobasket með þá er þetta mikil breytingar alltaf milli landsleikja, hvort sem er frá Eurobasket yfir í fyrsta gluggan yfir í annan gluggan núna og það er erfiðar að láta hlutina fá þessa svona hlutverkaskiptingu og fá svona samhljóm í spilamennskunni og þá við höfum verið að spila eina ákveðna tíðund af vörn með svona minni stórmönnum eins og Línu og kannski veldi því að við erum óðmáðum frekar góðir í þeim stíl og bæði það að fá Tryggva og missa menn sem voru góðir í stílum þá þurfum við hans að aðlaga okkur, sérstaklega Tryggva að spila öðruvísi leik og bæði Finnarnir og Búlgararnir með skotmenn í stóru stöðuna sem Lindeborn með 22 poppa mikið út og setja það langskot inn og það var ekkert að Tryggva á markanum því að hann er einfaldlega hreyfanlegur og góð skotmaður til þess og það er bara þáttur leiks sem við þurfum að halda um að bæta okkur svo liði gerði hérna fyrir nokkrum árum þegar við fórum ekki inn á aukvastáruna sem við höldum okkur ákveðið ætendi og letum að virka með þrútlusum æfingum og svo framvegis. Ég held að við erum bara í ákveðnu aðlögunarferli og við erum að reyna að bæta margt sem var betra í þessu glugga heldur en fyrsta glugganum. Við erum að fá strákar sem Elvar sem er búinn að stíga vel upp og er alltaf að vaxa og Jónas sem kemur mjög skemmtilega komið sérstaklega í Búlgaríuleikinn þannig að tíminn hann líður og menn eldast og menn dett út og það kemur að því en við horfum upp á það að við sjáum strákar sem geta tekið skrefin en til þess að geta gerst þá þurfum við að leggja gríðarlega miklu að vinna á okkur og menn þurfa að vera fókustar og það er sérstaklega varnarleikurinn sem við þurfum að halda áfram að bæta ykkur og vera betri og það er eiginlega bara svo áskorun sem við erum að senda út ekki bara til strákar sem var inn í dag heldur þessar strákar sem meira á kantinum og þessar ungu strákar sem langar að komast inn að við getum sett skotin okkar og við getum verið flottir á því í öllum sóknarleik en varnarleikurinn verður að vera betri og það er það sem þessi undankeppni hjá okkur standar á. Þú varst persónulega búinn að gefa út að þetta er þinn síðasta leikur alltaf í bili með landslið. Hvernig er tilfinningin? Já, svona sætsúr náttúrulega, maður lítur alltaf tilbaka bara með gríðarlegu þakklæti og bara stolti og það var aðeinslegu tími og þótt að leiða þetta endan svona okkur sem þessi nótum hérna í dag en það er búið að vera frábært og við erum búin að ná að viðhalda ákveðnu standard í hansi mörg ár sem við byggumst kannski ekkert við að vera í nokkuð tíman þannig að það er erfitt fyrir okkur fámenna þjóðina að viðhalda kannski árangri og kannski bara staðan núna, við erum að taka eitt sig afturbak til að það geti 2-3 áfram og eins og segi, ég ligg bara stoltur af og þakkláttur fyrir að hafa fengið að taka þátt í þessu og alltaf sérstaklega bara þakkláttur að fá að vinna með þessi þjálfarateymi og svo strákum náttúrulega, strákum eru æðislegir, yndislegir, frábær, bestir. Nú þú, sagði skilur við KR bara núna
eftir tímabilinu lauk, síðan nú skilja við landsliði. Hvað tekur við hér að finna? Það kemur bara ljós, maður. Það er hérna... Það er ekkert að láta það ykkur núna? Nei, þessi undanfarna vikur eru búin að fara alfarið í þetta og ég hef svona reyndað að njóta þess njóta þess að vera hérna og taka þátt í þessu og hérna, svo bara kemur ljós hvað gerist. Landsliðin sem skiptir máli okkur í dag og það er súrt að geta ekki skilið við þetta allavega á réttur rúndunum en ég er full að trúa því að, eins og segja, að með þrúturlausu vinnu og áframhaldi uppbyggingu og bætingu þá horfum við upp á það að innan einhvern árs tíma verðum við komin lengra heldur en við vorum eins og Eurobasket árum. Takk fyrir.